Tengsl metrakerfis og lítrakerfis. Ein af mikilvægum reiknireglum í náttúrufræði sú að 1 millilítri af efni tekur jafnmikið pláss og 1 rúmsentimetri. Þessi regla kemur sér sérstaklega vel þegar að athuga á rúmmál óreglulega lagaðra hluta. Það er mjög auðvelt að finna rúmmál hluta eins og bókar sem 12 cm sinnum 10 cm sinnum 3 cm á kant. Maður margfaldar einfaldlega saman hliðarlengdirnar og fær út rúmmálið sem í þessu tilfelli myndi vera 360 rúmsentimetrar. En rúmmál grjóts sem margvíslega dældað og óreglulegt í lögun mun erfiðara að finna. Það græðist lítið á að vita hversu hátt og breitt það Hér þarf aðrar aðferðir. Ein aðferð sem gefist hefur mjög vel að útbúa ílát þannig að allt vatn sem bætt í ílátið renni yfir í mæliglas. Hér má til dæmis nota mjólkurfernu með röri sem síðan þétt með kennartyggjói. Ef við setjum nú hlut ofan í vatnið, eins og grjót, þá mun yfirborð vatnsins hækka og renna úr stóra ílátinu yfir í mæliglasið. Og rúmmálið sem flæðir á milli nákvæmlega rúmmál grjótsins sem spætt var í vatnið í þessu tilfelli. Og þá auðvelt að komast að rúmmálinu með því að mæla einfaldlega hversu margir millilítrar fóru yfir í mæliglasið og þá veit maður hversu margir rúmsentimetrar grjótið Af þessari reglu leiðir síðan að í einum rúmdesilítra rúmast 1 lítri af vatni. Rúmdesimetri kubbur sem 10 cm sem 10 cm sem 10 cm eða 1000 rúmsentimetrar og þar sem að 1000 rúmsentimetrar eru jafnmikið og 1000 millilítrar og 1000 millilítrar jafnmikið og lítri þá 1 rúmdesimetri 1 lítri.